Ég segi það 45. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan en fundurinn haldinn á Sauðárkróki að Sæmundargötu 7A miðvikudaginn 21. janúar 2026. Ég býð jafnframt alla sveitarstjórnar fulltrúa velkomna en það eru hérna tveir varamenn í dag. Það Eyþór Fannar Sveinsson sem kemur í staðinn fyrir Svein Úlfarsson á biðarlista og svo Sigurður Bjarni Rafnsson fyrir hönd kemur í staðinn fyrir Hrund Pétursdóttur Framsókn. Einnig býð velkomin sveitarstjórnar Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem Baldur Hafbjörnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það liggur dagskrá fyrir fundinum en það tillaga að taka inn á dagskrána með leyfi fundarins mál sem var á dagskrá byggðarráðs í dag og heitir húsnæðisáætlun 2026. Einhver andmæli við því? Það samþykkt samhliða og þá hérna eru þetta 34 liðir á dagskráni. Það verður þá liður 34 á dagskráni, húsnæðisáætlunin. Síðan þarna aðeins mistök í útsendið dagskrá. Það er tvisvar sinnum hérna sett inn liður 27 og liður 29. Það er sama vísunin í báðum liðum, þannig að við tökum bara út lið 29 þegar þar að kemur. Það verður Baldur allar ekki að taka út úr tölvunni fyrir bara á eftir, þannig að röðin rugglast ekkert hjá okkur. Og þetta eru þá 36 mál á dagskránni. Fyrsta fundagerð, það er fundagerð byggðarráðs, fundur númer 174 sem var haldinn 10. desember síðastliðinn. Það voru 10 mál á dagskránni en liður númer 3 og liður 4 og liður 5 það voru liðir sem við tókum inn með afbrigðum hérna á sveitarstjórnarfundinum í desember, þannig að þeir eru afgreiddir. Þannig að við höfum þá til umfjöllunar hér núna lið 1 sem var skráð í trúnaðarbók byggðarráðs, lið 2 sem var fyrirspurn afslátt af fasteignagjöldum og svo lið nummer 6 sem var kauptilboð í Laugatún 9, lið 7 það var umsagnarbeiðni, húsnæðismál, hlutdeildarlánin, 8. liður það var úr samráðsgáttinni áformum lagasetning og frumvarp til laga lagareldi. Liður 9 það var líka mál úr samráðsgáttinni, það var endurskoðun stjórnvaldsfyrirmæla jöfnunarsjóð sveitarfélaga eftir setningu laga nr. 56/2025 og liður 10 það var líka mál úr samráðsgáttinni, það varðaði stofnun innviðafélags. Orðið laust þessa liði. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki og hún er samþykkt samhliða. Þá komum við í fund byggðarráðs nr. 175 sem var haldinn 17. desember síðastliðinn og ég ger það tillögu minni að lið 2 verði vísað til umræðu hér síðar á dagskránni. Þannig að við tökum þá til umræðu núna lið 1 sem er styrkbeiðni viðhald snjótróðara, liður 3 það er líka styrkbeiðni, liður 4 það er skólarhristi styrkbeiðni, liður 5 hann var skráður í trúnaðarbók byggðarráðs. Liður 6 það er viljayfirlýsing uppbyggingu á leiguíbúðum í Skagafirði og liður 7 það var tilboð í íbúð 2 á Skógagötu 2 á Sauðárkróki og liður 8 það var ábyrgð og hlutverk sveitarfélaga vegna bils milli fæðingarorlofs og inntöku barna í leikskóla. Það var lagt fram til kynningar. Orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki og hún er samþykkt samhliða. Þá komum við í fundagerð byggðarráðs fundur nr. 176 frá 7. janúar síðastliðinn og það var 8 mál á dagskránni og ég legg til að við vísum lið 3 sem var lántaka ársins 2026 til umfjöllunar hér síðar á dagskránni. Tökum það fyrir núna lið 1 sem var skráður í trúnaðarbók byggðarráðs, liður 2 það var kauptilboð í Laugatún 9, liður 4 það var samráð og samráðsgáttinni jöfnun atkvæðavægis breyting á kosningalögum nr. 112/2021. Liður 5 það var líka mál og samráðsgáttinni, það var drög að frumvarpi til laga breyting á lögum 48/2011 verndar- og orkunýtingaráætlun vegna vindorku og verndarflokkur. Liður 6 það var líka samráðsgáttinni, það var frumvarp til laga stjórn
vatnamála. Liður 7 var einnig úr samráðsgáttinni, það var drög að frumvarpi til laga lagareldi, og liður 8 að það var til kynningar, það var sögustund árið 2025. Orðið laustum þessa fundargerð. Álfhildur, gjörðu svo vel. Má ég segja bara hérna, ég gera það tillögu að við gerum bókun byggðarráðs jöfnun atkvæðisvægis bókun sveitarstjórnar. Já, það er tillaga að við gerum bókun sveitarstjórnar sem var bókun byggðarráðs sem var undir lið 5 að tillögu sveitarstjórnar, og ég held að séu bara allir sammála það. Þannig að við gerum það bókun sveitarstjórnar. En orðið er laust. Það er ekki, og þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki, og hún er samþykkt samhliða. Þá er það fundur byggðarráðs nr. 177 sem haldinn var 14. janúar síðastliðinn, og það voru 6 mál á dagskránni. Ég legg til að við vísum lið 3 til umræðu hér síðar á dagskránni og tökum þá fyrir lið 1 sem var skráður í trúnaðarbók byggðarráðs, lið 2 sem var húsnæðisáætlun 2026, liður 4, það var mál úr samráðsgáttinni, drög að frumvarpi breyting á lögum varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Liður 5, hann var líka úr samráðsgáttinni, það var drög að reglugerð starfsemi fasteignasjóðs, jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, og liður 6, það var nýr gáttlisti til að efla fjölbreytni í sveitarstjórnum. Lagður fram. Orðið laust þessa fundargerð. Það er engin sem hvað þessi hljóðs, þessi samþykkja fundargerðinni gefur merki, og hún er samþykkt samhliða. Þá komum við á 5. lið á dagskránni, og það er fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar, fundur nr. 40 og var haldinn 9. desember 2025, 6 mál á dagskránni. Silla og Álfhildur, þær víkja undir lið 2. Ég ætla að byrja að fara yfir liðina, við tökum fyrir þá lið. Já, við byrjum bara lið 2. Lið 2, Silla og Álfhildur víkja undir lið 2, en það er félagsheimili Bifröst, rekstur. Einhvers vil taka til máls undir þessu lið. Það er ekki þeir sem samþykkja afgreiðslu, og það er samþykkt þá með 7 atkvæðum. Þá tökum við fyrir lið 1 sem er skýrsla deildarstjóra, lið 3 sem er stöðugreining og aðgerðaráætlun fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði, lið 4 það var laugardagsopnun, lið 5 það var Sæluvika 2026, og lið 6 það var styrkbeiðni frá alþýðulist. Orðið þá laust þessa liði. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem að við erum í lið 5 á dagskránni, og það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem samþykkja liði 1, 3, 4, 5 og 6 gefur merki, og þeir eru samþykktir samhljóða. Þá er það fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar, fundur nr. 41 sem haldinn var 19. desember síðastliðinn, og það var 1 mál á dagskránni, og það var félagsheimili Bifröst, og Álfhildur og Sigurlaug Vordís þær víkja að fundi undir þessum lið. Orðið er laust þennan lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu atvinnu menningar og kynningarnefndar gefur merki, og hún er samþykkt samhliða. Nei, hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Ha. Jú. Jú, það er vikið 7 til 3. Nei, við vísum því. Já, það er rétt. Já, fyrir. Það er ekki 7. Já, það er ekki 7. Það sleita að mynda það. Þá erum við komin í lið 7 á dagskránni sem atvinnu menningar og kynningarnefndar, fundur nr. 42 sem haldinn var 16. janúar, og ég gera tillögu minni að lið 3 sem er félagsheimili Bifröst verði vísað til umræðu hér síðar á dagskránni, og lið 7 sem er úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga. Við tökum þá fyrir lið 1 sem er skýrsla deildarstjóra, lið 2 það eru fundir atvinnu menningar og kynningarnefndar 2026, lið 4 það er félagsheimili Ljósheimar, rekstur 2026 til 28, lið 5 það er félagsheimili Ketilás, rekstur 2026 til 2028, og liður
6, það er erindi frá Drangey smábátafélag Skagafjarðar vegna byggðakvóta. Liður 8, það er aðsóknartölur tjaldsvæða 2025. Liður 9, það er atvinnulífssýning 2026. Og liður 10, það er framtíð verkstæðasýningar. Liður 11, það var styrkbeiðni frá Alþýðulist og liður 12, það var styrkbeiðni söguseturs íslenska hestsins fyrir árið 2026. Afsakið, ég fá að víkja það málum 75. Ég bara átta mig ekki á því núna. Allt í lagi. Álfhildur víkur undir afgreiðslu liðar 75 og við byrjum þá á honum. Orðið er laust lið 75. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja lið 75 gefur merki. Það er samþykkt þá með 8 atkvæðum. Og þá eru hinir liðirnir til umfjöllunar. Einhver sem óskar til að taka til máls þá. Allan að C4, já, hefur setja hjá við C4. Fulltrúar Vinstri grænna, Álfhildur og Sigurlaug voru til að sitja hjá við lið 74. En aðrir liðir eru samþykktir samhljóða. Ég næði kannski líka 711, aðeins að þá kannski segja það. Já, við erum það. Já, Það er þess. ok. Gerðu svo vel, Sigurlaug. Eitthvað vissu svolítið frá þeim, maður er að fram. Forseti sveitarstjórnar og sveitarstjóri og aðri fulltrúar sem sitja hér inni. Við vildum bara aðeins hvetja til þess að aukin styrkveiting verði framkvæmd til alþýðulistar, þar sem tæplega 14.000 manns komið þar á síðasta ári og gegnir því alþýðulist afar öflugu hlutverki upplýsingamiðstöðar. Opnunartími gallerísins hefur verið lengdur og gestafjöldin aukist mikið ár frá ári. Eins og við vitum þá náttúrulega upplýsingamiðstöðin 1238 með læstadyr og sinnir þá því ekki því hlutverki. Og í ljósi bara hækkunar og rekstrakostnaði á samt aukinni ábyrgð þá hefur félagið óskað eftir hækkun og rekstrastuðningi sveitarfélagsins og viljum við bara eindregið hvetja til þess að við samþykkjum það. Takk fyrir. Takk fyrir. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja þá fundargerðinni gefur merki. Ég setja hjá í 74. Já, það sittist hjá í 74 og það er viku að fundi undir 75. Nei, bara Álfhildur, já. Herru, heldur þetta sé allt undir kontról. Það er liður 8, það er fundur félagsmála og tómstundanefndar, fundur nr. 40 sem haldinn var 11. desember 2025 og það var 8 mál á dagskránni. Fyrsta málið það var kosning varaformanns félagsmála og tómstundanefndar, annað það var menntastefna Skagafjarðar, þriðja voru fundir félagsmála og tómstundanefndar vorum 2026 og fjórða það var tilkynning frumkvæðisathugun og þjónustu í búsetuúrræðum fatlaðs fólks. Fimmti liður það var samráð, mál og samráðskáttinni, það var drög að landsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi gegn konum. Liður 6 það var fagráð fjallað og veitt ráðgjöf einstök mál. Liður 7 það var barnaverndarþjónusta Mið- og Norðurlands fundargerðir faghóps og liður 8 hann var skráður í trúnaðarbók félagsmála og tómstundanefndar. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við á 9. lið og það er fræðslunefnd fundur nr. 43 hjá fræðslunefnd og hann var haldinn 16. desember síðastliðinn með 9 mál á dagskránni. Liður 1 það var menntastefna Skagafjarðar, liður 2 það var framkvæmdir við skólamannvirki í Skagafirði, liður 3 það voru fundir fræðslunefndar á vorin 2026, liður 4 það var staða í leikskólamálum haust 2025,
Liður 5 það var innleiðing heillaspora í skólaþjónustu Skagafjarðar. Liður 6 það var fundagerð í skólaráðs árskóla 2024-25. Liður 7 það var fundagerð í skólaráðs Varmahlíðaskóla 2024-25. Og liður 8 það var sjálfsmats skýrstur grunnskólana 2024 og 2025. Og liður 9 það voru samræmdar dagsetningar umsókna í grunnskóla. Árið þið lausnum þessum fundagerð. Alveg ítrekka bókun í lið 9.1. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, kæri sveitarstjórn og sveitarstjóri. Langaði bara aðeins að koma inn á hérna lið 9.2 sem eru framkvæmdir við skólamannvirki í Skagafirði sem var virkilega gaman og gott að lesa því að þetta þurfum við að vanda og hlúa vel af þessum mikilvægu vinnustöðum okkar sem skólarnir eru og stóru. Og það hefur margt verið gert, bæði austanvatna og á Hofsósi. En kannski aðeins minna hérna í Árskóla sem stærsti skólinn. Kannski bara elsti líka, veit það ekki. En ég fór nú eitthvað svona að rifja upp hvað hefur verið sagt og hverju hefur verið lofað í gegnum tíðina. Það var alveg áhugavert. Og það var nú verið sami meirhluti hérna frá 2018 sem yfir 2 kjörtímabil. Og í báðum meirhluta sáttmálunum stendur, svo ég vitni hér orðrétt í, ráðist verði í hönnun viðbyggingar fyrir tónlistarskólan við núverandi skólahúsnæði Árskóla. Og svo stendur líka í báðum plöggum halda áfram endurbætur á Aðálmi í Árskóla sem hefur nú bara verið í formi held í gluggaskipta og einhverja ytri byrða, ef ég man það rétt. Þannig að það má nú fara að spýta í ef á að haka við þessi loforð á þessu kjörtímabili. Það enda líka eitthvað smátt letur íþróttahús á Hofsósi en það nú orðið hefð fyrir því að hafa það með bara. Þannig að ég hveti ykkur bara til þess að huga líka skólahúsnæðinu við Árskóla því að það veitir ekki af. Takk fyrir. Orðið laust. Jóhanna, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég líka hér komin upp til að ræða lið 2 sem var farið yfir framkvæmd við skólamannvirki í Skagafirði. Margt gleðilegt og mikið að gerast í þeim málum enda viðhaldsþörf gífurleg eftir viðhaldsskuld síðastliðna áratuga. En það sem ég hjó eftir sem ég undra mig þar stendur grunnhönnun íþróttahúss við grunnskólann Austavatna liggur fyrir. Ég hef ekki heyrt eða séð neitt af þessari grunnhönnun og þegar maður hefur spurt þá þetta í svona misloðin svör sem maður fær. Það hefur ekki verið boðað til fundar í byggingarnefnd íþrótta eða skóla og íþróttamannvirkja Austanvatna 3 ár, leiðrétti mig ef ég fer með rangt mál endilega. Ég gat allavega ekki fundið neitt og minnir að það hef ekki verið síðan bara í byrjun kjörtímabilsins. Ég gleðst, svo sannarlega gleðst ég yfir að það sé verið að setja tíma og peninga í skólamannvirki og íþróttahús grunnskólans Austavatna, en það sem ég undrar mig á þessu verklagi, þú veist hverju tók ákvörðun stærð salarins, stærð húsins, hvað skal vera í þessu húsi og svoleiðis fyrst grunninn liggur fyrir. Þannig að mér langar bara að velta þessu spurningu til meirihlutans. Hvar hafa þessi ákvörðunir verið teknar og er það sem maður heyrir rétt, það sem að það hefur svona, borist mér til eyrna upp á síðkastið að þetta verði valla körfuboltavöllur, verði bara mestalagi hálfur körfuboltavöllur. Þetta er svona það sem fólki í samfélaginu er að velta fyrir sig því að nú, eins og Álfheiður kom inn á, það er að líða kosningum og þetta hefur verið í kosningaloforðum og meirihlutasáttmálum. Já, einmitt. Þannig að er þetta annað kosningaloforð að það sé grunnhönnun sé loksins klár og það er þá að spýta í lófana á næsta kjörtímabili eða hvar stöndum við? Takk. Takk fyrir það, orðið laust. Sigfús, gerðu vel.
Já, forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla að svara þessu eða svona reyna að varpa ljósi stöðuna varðandi grunnskólann Austan Vatna. Á síðasta fundi byggingarnefndar sem var haldinn í janúar 2024 þá var starfsmönnum falið að vinna drög að teikningu íþróttahús sem yrði með sambærilegum íþróttasal og þeim sem hjá Engjaskóla að viðbættri búningsaðstöðu, áhaldageymslu, þreksal og nauðsynlegum öðrum rýmum sem gerðar eru þar tæknirými, salerni og svo framvegis. Þessar teikningar hafa verið unnar áfram og þær liggja fyrir í drögum. Við áttum fund fyrir jól, ég og sviðsstjóri veit- og framkvæmdasviðs með skólastjórnendum grunn- og leikskólans á staðnum og þeir komu með aðeins athugasemdir við teikningarnar, þannig að þegar að vera búið að vinna úr þeim athugasemdum sem eru nú vantarlega allavega innan hálfs mánaðar, þá verður kallað til byggingarnefndarfundar til að fara yfir þær teikningar. Takk fyrir. Takk fyrir það. Álfhildur Geirsvöld. Já, takk fyrir þetta, kæru sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri. Ég vek nú athygli á því að Jóhanna beindi spurningu sinni til meirihluta. Og það er kannski það eðlilegt að meirihluti komi hér upp og svari fyrir það. En kannski hefð fyrir öðru hér. Hins vegar líka talandi hefðir í stjórnsýslunni. Þá virðist vera einhvers konar hefð sem að ég hef gagnrýnt og verið ósátt við og gert mjög gjarnan góðlegt grín af reykfylltum bakherbergjum á þessu og síðasta kjörtímabili. Í þeirri merkingu að hér eru haldnir fundir sem kjörnum fulltrúum og byggðarráði ekkert endilega kunngert og þá er nú kannski meira að tala minnihluta í byggðarráði. Þarna vísar til fundar sem ég hef til dæmis ekki heyrt af Sigfús sveitarstjóri. Og það þykir mér bara eðlilegt upplýsingaflæði fyrir að fyrsta að það væri fundagerðir á svona fundum í það minnsta minnisblöð sem væru kunngjör, til dæmis næsta byggðarráðsfundu eftir. Það væri bara ágætis starfsregla. Og í annan stað bara upplýsa kjörna fulltrúa. Það eru ótrúlega marga boðleiðir í nútímanum. Það er tölvupóstur og svo er samtal og við höldum reglulega fundi. Þannig að ég segi bara, ég held áfram að tala gagnsæi í þessari stjórnsýslu, að tala upplýsingaflæði og tala samtal og það veitir bara greinilega ekki af. Þannig ég bið ykkur bara að taka þetta með ykkur og gera betur í þessu. Það má alltaf gera betur og hafa upplýsingaflæðið í lagi. Takk. Sigfús svar? Jóhanna þú? Nei. Jóhanna Geirsvöld. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri, takk fyrir. Já, ég fór með rangt mál, ég byrst afsökunar á því 2 ár, en ég vil samt ennþá ítreka að það er kannski skemmtilegra að boða til fundar í nefnd sem fjallar málið áður en það bókað það í öðrum nefndum. En svo ég nefndi hérna aðan, þetta er kannski smá svona aðeins verið að nýta í verklag eldur en annað, en aftur takk fyrir góð svör og tek undir aðeins með Álfhildi hérna aðan. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigfús Geirsvöld. Já, aðeins til að svara þessu til forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar með verklagið. Það var það náttúrulega byggingarnefnd sem að meðal annars þú situr í, Álfhildur, sem að fól starfsmönnum að vinna draugateikningum og þetta voru starfsmenn, það voru engin fulltrúar meirihluta eða minnihluta á þessum fundi. Þannig að starfsmenni vildu leggja til teikningu sem að skólastjórnendur sem að báru þessa teikningun undir starfsmenn væru ánægðir með og sátti með. Svo fer þetta aftur inn í byggingarnefnd þar sem að kjörnir fulltrúar meiri og minnihluta sitja. Þannig að þetta var unni í samræmi við bókun og afgreiðslu ykkar. Já. Takk fyrir það. Sólborg Geirsvöld. Sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðri gestir. Varðandi að þetta hafi verið bókað á fundi fræðslunefndar en ekki búið að taka fyrir á öðrum fundum eða annar staðar í stjórnsýslunni, þá var það nú bara þannig að Hjörvar, sviðstjóri veit- og framkvæmdasviðs, kom inn á fund fræðslunefndar og þetta var bara það sem kom fram í hans yfirliti. Við vorum ekki að skoða neina teikningar eða taka neina ákvarðanir eða fá einhverjar frekar upplýsingar en það sem að lá fyrir í fundagögnunum. Ég vildi bara ítreka það að þetta kom svona fram í bókunni. Takk fyrir.
Takk fyrir það. Þú ert búin að tala tvisvar, en já. En orðið laust. Það ekki fleiri sem óska til að taka til máls. Þannig þeir sem að samþykkja fundargerðina gefa merki. Þá eru konar liðið 10 í dagskráni og það fundur fræðslunefndar nr. 44 sem var haldið 15. janúar. Það var 5 mál á dagskráni, fyrsti liður það var menntastefna Skagafjarðar, annar liður var styrkbeiðni vegna fræðslu efnis ME-félags Íslands, þriði liður hafa starfsumhverfi leikskóla í Skagafirði, fjórði liður hafa innleiðing heillaspora í skólaþjónustu Skagafjarðar og fimmti liður hafa úr samráðsgáttinni drög að reglugerð fyrirkomulag og framkvæmd samræmds námsmats í grunnskólum. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún samþykkt samhliða. Þá eru konið í lið 11, það fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar fundur nr. 39 frá 11. desember, 5 mál á dagskránni og fyrsta það var hitavita í dreifbýli. Annað það voru girðingar og ristahlið í gönguskorðum, þriðja það var upprekstarafélag Eyvindarstaðaheiðar, ársreikningur 2020 til 24 áttunum vera, liður 4, það var Open Rivers program, það var lagt fram til kynningar, það var efnið sem sjóður til styrktar, endurheimt á ám, lækjum og vatnasviðum og liður 5 það var úr samráðsgáttinni til kynningar áform lagasetningu, frumvarp til laga breytingu og ýmsum lögum vegna laxa og silungsveiði og fiskræktar. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls, þessi samþykkja fundargerðinni gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það liður 12 á dagskránni, fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar nr. 40 frá 8. janúar síðastliðnum og það var 8 mál á dagskránni. Sigurlaug Vordís víkur undir lið 4. Það liður sem heitir Beitarhól nr. 27 í Efriflóa auglýst í leigu. Við sem bara byrja þá að afgreiða hennar lið, orðið að laust hennar lið. Það engin sem óskar til að taka til máls, þessi samþykja afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þeir kannski látið Silju vita. En þá erum við komin í það voru hinni liðirnir og það var liður 1, það var úthlutun til fjallskilanefndar 2026, liður 2, það var viðhald mælifellsréttar 2025, liður 3, það var styrkbeiðni drónakaup, liður 5, það var úr samráðsgáttinni drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum lax- og silungsveiði, lögum fiskrækt og lögum fiskræktarsjóð. Liður 6, það var ársreikningur frá fjallskiladeild framhlutas Skagafjarðar. Liður 7, það var aðalfundur veiðifélagsins Kolku og liður 8, það var fyrirhuguð niðurfelling af vegaskrá. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina, það að segja alla aðra liði þá heldur en lið 4. Gefum merki. Og þeir eru allir samþykktir með 9 atkvæðum. Þá komum við í lið nr. 13 sem fundargerð skipulagsnefndar. Á fundur nr. 88 hjá skipulagsnefnd sem var haldinn 11. desember og ég gerði það tillögu minni að lið 1, 2, 4, 6, 7, 8 og 10 verði vísað til umræðu hér síðar á dagskránni. Þannig við förum þá núna í lið nr. 3 sem Freyjugata, tillaga breyting á deiluskipulagi, lið 5 sem Suðurgata 3, lóðarmál og lið 9 sem borgarsíða 5, borgarsíða 7, borgarteigur 6 og beiðni skipti á lóðum og lið 11 sem afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 75 og ég þarf að víkja undir lið 5 þannig ég ætla að biðja varaforseta að taka lið 5 til afgreiðslu og ég víka hundinum á meðan.
Já, hérna liður 5 á dagskránni var Suðurgöta 3, þetta var beiðni lóðarblað, hvað séu, það hérna? Já, þið segið það. Hann man þetta náttúrulega bara allt saman. Já, þetta var beiðni lóðarblað á Suðurgötu 3, afgreitt frá, já ég þarf ekki að segja þetta. Ég legg það bara ef einhver taka til máls fyrirgefið mér þetta mál. Ef svo ekki þá byrði ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt með 8 atkvæðum. Ég gef þá forseta orðið að nýju. Þá tökum við hina liðina til umræðu og orðið þá laustum þá. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið nr. 14 sem fundur skipulagsnefndar nr. 89 og fundurinn var haldinn 8. janúar síðastliðinn, 7 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minni að lið 1, 4 og 5 verði vísað til umfjöllunar hér síðar í dagskránni og við förum þá í lið nr. 2 sem Gránumóar lóð 64 beiðni lóðastækkun, lið nr. 3 sem var Kirkjugata 11 lóðamál og lið nr. 6 sem Faxatorg flæðar deiliskipulag og lið nr. 7 sem var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 76. Orðið laust þessa liði. Það eru ítrekkaðar bókanir, báðar bókanirnar með öllum sem að þeim standa í 14.6. Það er bókun byggðarlistar ítrekkuð og bókun meirihluta og Vinstri grænna. Hvað segirðu? Óháður að. Orðið laust þessa liði. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki, samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið nr. 15 í dagskránni og það byggingarnefnd menningarhús og þetta var 7. fundur og hann var haldinn 14. janúar og það var 1 mál á dagskránni, það var hönnun menningarhús á Sauðárkróki og orðið laust þennan lið. Hér Svölu Álfhildur. Já, takk fyrir, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, forseti og sveitarstjóri. Við ætlum aðeins að bóka við þetta menningarhús sem við höfum svo sem ekki verið að gera. Heldur höfum við bara tekið þátt eins og svona aðkoma okkar á þessu verkefni. En kannski lagt svona eitt og annað til sem hefur ekki alveg náð eyrum og í framhaldi af því kemur þessi bókun sem ég les hér með. VG og óháð telja mikilvægt að við svo stórt og þýðingamikið samfélagslegt verkefni sé tryggð víðtæk aðkoma íbúa og gagnsæi allri ákvarðanatöku. Menningarhús á að vera sameign samfélagsins og því nauðsynlegt að samtali nái til fleiri hópa en þeirra sem sitja núna við borðið. Eftir að fjölmargar ákvarðanir voru teknar í hönnunarferli menningarhússins komu raddir úr samfélaginu sem vildu sjá fyrirhugaða notkun hússins víðtækari en gert ráð fyrir og má þar nefna tónlistarskóla Skagafjarðar sem getur séð fyrir sér aðstöðu í húsinu. Undanfarið ár hefur tónlistarkennsla á Sauðárkróki verið að mestu í kjallaraherbergjum Árskóla þar sem aðstaðan því miður ekki til fyrirmyndar. Þrátt fyrir áralöng loforð úrbætur tónlistarskólans þetta staðan og verður líklega áfram. Hefði verið gott að ígrunda kosti og galla þess að tónlistarskóli Skagafjarðar er staðsettur í nýju menningarhúsi með hlutaðið eigendum. Jafnframt teljum við í VG óháðum ákveðin skort á því að verkefni sé hugsað til enda, það er að segja hvað varðar rekstur hússins til framtíðar. Skýrar forsendur þurfa að liggja fyrir rekstrakostnað og rekstrarform svo tryggt sé að húsi verði lifandi menningarsettur, iðandi að lífi,
en ekki fjárhagsleg byrði fyrir sveitafélagið. Að lokum viljum við nefna að það hefði verið eðlilegt og afar gagnlegt að heimsækja önnur menningarhús því að með slíkum skoðunarferðum fæst betri innsýn í hvað virkar og hvað virkar ekki í hönnun. Einnig hefði mátt leita sérstaklega til ungs fólks í sveitafélaginu og ræða við það væntingar og hugmyndir notkun hússins. Unga fólki okkar er mikilvægur notendahópur framtíðarinnar og sjónum við þeirra ætti vissulega að fá vægi í samfélagslegum verkefnum eins og þessu. VG óháð hvetur því til þess að áframhaldandi vinna við menningarhúsið byggja á opnu samtali og virkri þáttöku íbúa, svo menningarhús og Sauðárkróki verði sannarlega hús allra og það er ekki of seint. Og undir þetta rita ég sem hér stend og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Takk fyrir. Orðið er laust. Jú, ég ætlaði bara að segja það. Tökum smá fundarhlé. Við höldum þá áfram fundinum eftir fundarhlé og við erum hérna að fjalla hönnun menningarhús á Sauðárkróki og ég bið að taka til máls með leyfi varaforseta og legg fram eftirfarandi bókun. Meirihluti sveitarstjórnar minnir á að grunnurinn að hönnun og útfærslu á miðstöð menningar og safna sem nú er verið að undirbúa byggingu á er þarfagreining sem var unnin af starfshópi fulltrúa allra flokka í sveitarstjórn Skagafjarðar ásamt fulltrúa ráðuneytis að höfðu samráð við hagaðilega. Þarfagreiningin er svo grunnurinn að þeim samningi sem gerðu var við mennta- og menningarmálaráðuneytið aðkomu ríkisins að byggingunni. Rétt er líka áréttað að fulltrúar hagaðila hafa átt aðkomu að vali á teikningu og skipulagi. Framundan er einnig fundur með ungmennaráði þar sem teikningar verða kynntar. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem var samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Það var að liður númer 16 í dagskráni og það er óskun tímabundið leyfi frá nefndastörfum í fræðslunefnd og það liggur fyrir erindi frá Kristóferi Má Marónsyni dagsett 19. janúar 2026 þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt leyfi frá störfum sem formað fræðslunefndar til 25. febrúar næstkomandi. Orðið er laust þetta bréf. Það er engin sem óskar til að taka til máls þeir sem samþykkja óskun tímabundið leyfi gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það endur tilnefning í fræðslunefnd liður nr. 17 á dagskráni en tilnefna þarf nýju fræðslunefnd í stað Kristófers Más Marónssonar meðan hann er í leyfi og það liggur fyrir tillaga að það verði Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir sem verði formaður fræðslunefndar og aðra tilnefningar hafa ekki borist og skoðast hún því rétt kjörin. Þá komum við að liði nr. 18 og það er lántaka ársins 2026 en byggðarráð Skagafjarðar samþykkti samhljóða á 177. fundi sínum 7. janúar síðastliðinn að beina því til sveitarstjórnar að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF að lánsfjárhæð alltaf 550 milljónir samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði eru á þeim tíma sem lánið er tekið. Og lánið er tekið til framkvæmda eignasjóðs samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun og áætlun ný framkvæmdir fyrir Skagafjörð fyrir árið 2026. Er að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga OHF. Jafnframt er Sigfúsi Inga Sigfússyni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Skagafjarðar
sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni. Þar á meðal beiðni útborgun láns. Orðið laust þennan lið. Sigfús Ingi Óskar, takk til máls, gerðu svo vel. Já, forseti, góðir sveitarstjórnar menn, ég ætla að koma hérna fram með tillögu það að fjárhæðin í þessari bókun að henni verið breytt til samræmis við fjárhagsáætlun 2026 en því miður misritaðist þessi tala í bókun byggðarráðs. Þannig að ég legg fram þá tillögu að samræmi verði við fjárhagsáætlun og talan verði 465 milljónir króna. Takk fyrir. Orðið laust þessa tillögu. Það er engin sem óskast til að taka til máls. Tillagan sem að Sigfús lagði fram, ég held ég þurfi ekki að lesa hann upp aftur, nú svo nýbúin að lesa hann upp, en megin efnið jú að fjárhæðin lækkar í 465 milljónir. Þeir sem samþykkja tillögunni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég að lesa upp samþykkt sveitar eins og þetta lítur þá út með áorðnum breytingum og þá er sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir sveitarstjórn tillagan sem liggur fyrir okkur að samþykja er þá sú að sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir á 45. fundi sínum þann 21. janúar 2026 að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF að lánsfjárhæð allt að 465 milljónir króna samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði eru á þeim tíma sem lánið er tekið. Lántakan getur verið í formi skammtímaláns sem undanfæri langtímaláns eða sem langtímalán í þeim skuldabréfaflokkum sem lánasjóðurinn býður hverju sinni. Sveitarstjórn hefur kynnt sér skilmála viðkomandi skuldabréfaflokka eins og þeir birtast á heimasíðu lánasjóðsins. Og til tryggingar og láninu þar með talið höfuðstól, vöxtum, verðbótum, dráttarvöxtum, uppgreiðslugjaldi og öðrum kostnaði samþykkir sveitarstjórn að tekið sveitarfélagsins samanber heimild 2 málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið er tekið til framkvæmda eignasjóðs samkvæmt samþykktir í fjárhagsáætlun og áætlun nýframkvæmdir fyrir Skagafjörð fyrir árið 2026. Með að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags með Lánasjóð sveitarfélaga OHF. Og jafnframt til Sigfús Inga Sigfússyni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamningu við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Skagafjarðar sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni þar á meðal beiðni útborgun láns. Þeir sem samþykkja tillögunni gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá komum við að liði númer 19 í fundargerðinni og það er Glumbær byggðasafn og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 11. desember og þar var lögð fram skipulagslýsing fyrir byggðasafn í Glumbæ í Skagafirði sett fram með uppdrætti ásamt greinagerð og var þetta dagsett 7.11. en skipulagssvæðið sem ræðir það er 18,9 hektarar. Helstu markmið deiliskipulagsins eru að bæta aðgengi og móttöku ferðamanna og gesta sem sækja heim byggðasafn Skagfirðinga og Glumbæjar kirkju og afgreiðsla skipulagsnefndar hljómaði svo: skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja skipulagslýsinguna fyrir byggðasafn Skagfirðinga í Glumbæ Skagafirði og skipulagsstofnun verði send lýsingin til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og að lýsingin verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liðið númer 20 á dagskránni. En það er Faxatorg Flæðar, deiliskipulag
og þessum lið vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 11. desember, en þar var farið yfir samantekt og innsendum umsögnum við deiliskipulags tillögu fyrir Faxatorg, Flæðar og Sauðárkróki sem var í kynningu dagana 16. október til 30. nóvember 2025 og á auglýsingatímanum þá bárust 3 umsagnir sem gef ekki tilefni til breytinga og skipulagsnefnd samþykkti samhljóða tillöguna að deiliskipulagi Faxatorg, Flæðar og Sauðárkróki og felur skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun deiliskipulagstillöguna til yfirferðar í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þá samþykkir nefndin einnig samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að eyða lóðum, fasteignum, Flæðar hleðslustöð og Flæðar spennistöð og sameina þær landnúmeri Sauðárkróks. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Fulltrúar byggðarlistans sitja hjá, samþykkt með 7 atkvæðum. Þá komum við í lið númer 21 og það er Unadals og Deildardalsafréttur umsókn stofnun fasteignu þjóðlendu og þannig farið mjög ítarlega yfir þetta hérna í gögnunum sem fylgja fundarboðinu en það hefur verið fjallað þetta alveg frá árinu 2017 þegar að ríkið óskaði eftir að stofna hér þjóðlendu. Sveitarfélagi vísaði þessu svo aftur til dóms og það kom niðurstöða úr því sem breytti mjög lítið fyrir ákvörðun. Allar hnitsetningar á umræddu svæði koma hérna fram, ég til óþarfa að lesa þetta allt saman upp, en afgreiðsla skipulagsnefndar hún var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðna stofnun þjóðlendu Unadals og Deildardals afréttar í Skagafirði með vísan til nefndra bókanna skipulags- og bygginganefndar byggðaráðs og staðfestingu sveitarstjórnar Skagafjarðar hér að framan og héraðsdóms Norðans vestra í máli E50 frá 2012 dagsett 5. júní 2015 samþykki skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falin stofnun umbeðinnar þjóðlendu samanber 14. grein laga skráningu, merki og mat fasteigna nr. 6 frá 2001 með síðari breytingum. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í liðum með 22 og það er Páfastaðir á Langholti umsóknum byggingareit. Þetta var til umfjöllunar á fundi skipulagsnefndar 11. desember en það var Sigurður Baldursson og Guðrún Kristín Jóhannesdóttir og Ívar Sigursson fyrir hönd Páfastaða EHF sem er þinglýstir eigendur Páfastaða sem óska eftir heimild til þess að stofna byggingareit í landi jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi afstöðu drætti sem gerður er af Stoð EHF og er hérna í gögnunum en á byggingareitnum er fyrirhugað að flytja tilbúið starfsmanna og gestahús sem komið verður fyrir á forsteyptum undirstöðum. Heildarstærð byggingarreits er 50 fermetrar. Heildarstærð byggingarreits er 50 fermetrar. Stærð hús sem fyrirhugað er að byggja á reitnum er 15 fermetrar og hæð alltaf 3 metrar. Í húsinu verður gistiaðstaða fyrir starfsmenn og gesti. Búið ósk eftir umsögn minjavarðar og skipulags- og bygginganefnd samþykkti samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit að fenginni jákvæðri umsögn minjavarðar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðsluna gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er á liðinu með 23, það er Mannskaðahóll og það er umsóknum stofnun byggingareits
og þetta var fjallað á fundi skipulagsnefndar 11. desember síðastliðin, en það Sunna Dís Bjarnadóttir og Bjarni Salberg Pétursson fyrir hönd Mannskaðahóls EHF, þinglýsts eiganda jarðarinnar Mannskaðahóll, sem óska eftir heimild til að stofna 5.300 fermetra byggingareit á landi jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi hnitsettum afstöðu uppdrætti sem hérna í gögnunum, og ræða byggingareit fyrir nýtt fjós. Hámarks byggingamagn verður 1100 fermetrar og hámarks byggingarhæð verður 10 metrar frá gólfi í mæni. Og svo þetta útlistað hér áfram, en það liggur fyrir jákvæð umsögn frá minjaverði og skipulagsnefnd samþykkti samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslunni gefið merki, hún samþykkt samhljóða. Þá var það liður 24, HR 8. Það beiðin frest til að skila inn umsókn byggingarleyfi og heimild til að láta vinna breyting og deiliskipulagi. Og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem var haldinn 11. desember síðastliðin. Þá lá fyrir erindi frá Fisk Seafood dagsett 5.12. Það sem meðal annars kemur fram að þann 5. mars 2025 hafi skipulagsnefnd samþykkt að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að útluta Fisk Seafood EHF iðnaðar og athafnalóðinni HR 8, en undanfæri misseri hefur Fisk Seafood staðið í framkvæmdum annars staðar á hafnarsvæðinu og ekki haft tök á að ráðast í ætlaða uppbyggingu HR 8 samtímis, en nú þessum framkvæmdum lokið og með lóðarhafi vil hefja hönnunarvinnu vegna uppbyggingarinnar á HR 8 og því óskað eftir fresti til að skila inn umsókn byggingarleyfi samanber 10. og 1. greinar úthlutunarreglna Skagafjarðar sem dagsettar 14. september. Og skipulagsnefnd hún samþykkir umbeðin frest til að hefja framkvæmdir til og með 1. ágúst 2026. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að umsækjanda verði heimilað að láta vinna deiliskipulagsbreytingu á eigin kostnað og skal deiliskipulagsbreytingunni vera lokið fyrir 1. maí 2026 og minnir jafnframt á að vinna þar skipulagið í samráði við landbúnaðar og innviðanefnd Skagafjarðar samanber hafnarreglugerð Skagafjarðar. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar þeir samþykkt samhljóða. Það var 25. Það umsagnarbeiðni vegna Blöndulínu 3, en þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 11. desember og það Húnabyggð sem óskar eftir umsögn Skagafjarðar mál sem þeir eru með í kynningu varðar legu Blöndulínu og skipulagsnefnd samþykkti samhljóða að leggja til sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2012-2022 vegna Blöndulínu 3. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja gefmerki og afgreiðslan samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið 26 sem Hofsós umsókn landskipti og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem var 8. janúar síðastliðin. Það hefur verið fjallað áður málið í skipulagsnefnd 10. júlí á síðasta ári, en það Margeir Friðriksson fyrir hönd Skagafjarðar sem þinglistur eiganda Hofsós landnúmer 218098 í Skagafirði sem óskar eftir heimild til að stofna 15,8 hektara spildu úr Hofsós landi sem Hofsós land 23 og samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti sem hér í gögnunum. Svo þetta rakið hér betur hvernig þetta en við vinnslu gagnanna þá kom í ljós ákveðið ósamræmi í stærð svæðisins sem í reynd 14,1 hektari en ekki 15,8 og
það er leiðrétt hér fyrir því og skipulagsnefnd, hún samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að samþykja erindið. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslunum gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið númer 27, það er Borgarflöt 3, það er umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa og er vísað frá fundi skipulagsnefndar frá 8. janúar síðastliðnum, en það liggur fyrir umsagnarbeiðni byggingafulltrúa Skagafjarðar sem er dagsett 22.12.2025 með vísan til 10. greinar laga mannvirki nr. 160 frá 2010 vegna umsagnar frá Þóri Guðmundsinni byggingaverkfræðings fyrir hönd Kátaks EHF, umsóknum leyfi til að byggja við iðnaðarhúsnæði sem stendur á lóð nr. 3 við Borgarflöt á Sauðárkróki. Og það voru lagðir fram aðaluppdrættir og tilsett gögn og skipulagsnefnd, hún samþykkir samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að gera ekki athugasemd við ætlaða framkvæmd. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykja gefur merki og afgreiðslan er samhljóða. Þá komum við í lið númer 28, það er Freyjugata, tillaga að breytingu á deiliskipulagi og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 8. janúar síðastliðin og það er Gunnar Bjarnason EHF sem sækir með bréfi dagsett 15. desember 2025 svæði sem afmarkast á milli Freyjugötu 5 og 11 til norðurs og suðurs og Freyjugötu og strandvegar til vesturs og austurs að undanskilin lóðinni Freyjugötu 9. Umsókn þessi er í samræmi við reglu sveitarfélagsins Skagafjörður úthlutun byggingarlóða 8. grein og það er sótt er vilyrði þetta verið gefið út til 6 mánaða og skipulagsnefnd bókaði eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að veita Gunnari Bjarnasyni EHF vilyrði samkvæmt 8. grein úthlutunar regluna sveitarfélagsins til 6 mánaða eða til og með 31. júlí 2026 fyrir umbeðin hluta Freyjugötureitsins og að félagið skuli á þeim tíma láta vinna á eigin kostnað og leggja fram í samstarfi við sveitarfélagið deiliskipulagsbreytingartillögu og jafnframt skila inn aðaluppdráttum af öllum húsum svæðisins fyrir sama tíma. Ef tilskilin gögn, það er deiliskipulagsbreytingin og aðaluppdrættir fyrir öll húsin verða ekki klár 31. júlí 2026, fellur vilyrði sjálfkrafa úr gildi. Nefndin bendir á að ef fyrirætlanir gangi eftir fari um gerð lóðaleigusamninga viðkomandi lóða samkvæmt 12. grein úthlutunar regluna sveitarfélagsins. Orðið laust þessa afgreiðslu. Og það er enginn sem óskar því, þannig að þeir sem samþykkja afgreiðslunni gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 29 og það er umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa. Já, fyrirgefið. Liður númer 29 fellur út, hann var tvískráður hérna í gögnunum. Þannig að hann fellur niður en ég ætla að halda mig við samt númeraröðuna eins og hún var og tala því lið 30 næst sem er þá orðin lið 29 í fundagerðinni þegar hún kemur út. En liður hérna númer 30 það er niðurfelling gatnagerðargjalda og þessu er vísað frá fundi byggðaráðs sem haldin var 17. desember til afgreiðslu sveitarstjórnar og var það þannig bókað. Byggðaráð samþykki samhljóða að beina því til sveitarstjórnar að samþykja að íbúðarlóðir sem úthlutað er frá og með 1. janúar 2026 gildi tímabundi niðurfelling gatnagerðargjalda af byggingu íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á eftirgreindum lóðum við þegar tilbúnar götur á bæði Hofsósi og Steinstöðum. Verði það gert á grundvelli sérstakrar lækkunar heimildar sem hægt er að veita samkvæmt 7. grein laga gatnagerðargjöld nr. 153 frá 2006. Niðurfellingi gildir eftirtaldar lóðir á Hofsósi, það er Kirkjugata nr. 11, Sætún 1-5 raðhús
og 12 og Hátún 1, 2, 3, 4 og 5. Niðurfellingi gildir jafnframt eftirtalda lóðir á Steinstöðum en það er Lækjarbakka nr. 1, 2 og 4 og framangreindar lóðir á Hofsósi og Steinstöðum og Hofsósi bera verði ekki annað ákveðið full gatnagerða gjöld eftir 31. desember 2026 sé þeim úthlutað eftir það tímamark. Orðið laust þessa ákvörðun byggðarráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja ákvörðun byggðarráðs gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liða númer 31 og það er úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga 2025 til 2026. Þessu er vísað frá fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar sem haldin var 16. janúar síðastliðin en þar var tekið fyrir erindi frá innviðaráðuneytinu sem var dagsett 18. desember 2025 vegna úthlutunar byggðakvóta fyrir fiskveiði árið 2025 og 2026. Úthlutaður byggðakvóti til sveitarfélagsins Skagafjarðar er 115 tonn sem skiptast þannig að Hofsós fær 15 tonn og Sauðárkrókur 100 tonn. Ráðuneytið óskar eftir rökstuddum tillögum varðandi sérreglur úthlutun byggðakvóta sveitarfélagsins eða einstakra byggðalaga. Og atvinnu menningar og kynningarnefnd hún samþykkir samhljóða að leggja til eftirfarandi breytingar á reglugerð númer 1333 frá 2025 úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiði árunum 2025 til 2026 í Skagafirði. Þessar reglur eru hérna í 4 liðum og ég sé nú ekki ástæðu til að lesa þær upp hérna. Þær eru alveg skýrar í gögnunum og afgreiðsla atvinnu menningar og kynningarnefndar var að hún vísar málinu til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust afgreiðslu atvinnu menningar og kynningarnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja tillögurnar eins og þær eru skráðar hér í gögnunum í þessum 4 liðum frá fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar gefur merki og þær eru samþykktar samhljóða. Þá eru við í lið 32 Álfhildur og Silla, þær víkja fundi en þetta er félagsheimili Bifröst og þessu er vísað frá fundi atvinnu menningar og kynningarnefnd sem haldin var 16. janúar síðastliðin en þar var lagður fram undirritað samningur rekstur á félagsheimilinu Bifröst. Nefndin samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og vísar honum til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin þeir sem samþykkja afgreiðslu nefndarinnar gefur merki og hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá komum við í lið númer 33 sem er kjörstaðir við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 og þessu er vísað frá fundi byggðarráðs sem haldið var 14. janúar síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar en byggðarráð afgreiddi það svo. Byggðarráð samþykki samhljóða að kjörstaðir við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 verði eftirfarandi. Það er bóknámshús FNVF á Sauðárkróki, Varmahlíðaskóli og félagsheimilið Höfðaborg og Hofsósi. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Sigfús Ingi gerð svo vel. Já, forseti, góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að koma hérna fram með tillögu til breytinga á þessari bókun byggðarráðs. Í ljós hefur komið að Höfðaborg, það húsnæði er ekki laust til uppsendingar á kjörstað og kjördag. Það búið bókahúsið undir annan viðburð. Þannig að ég legg til að þessum stað verði breytt þannig að kjörstaðinni verði bóknámshús FNVF á Sauðárkróki, Varmahlíðaskóli og grunnskólinn Austanvatn á Hofsósi. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust þessa tillögu. Já, orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls og þá er bara tillagan með áorðnum breytingum er þá svo
að sveitarstjórn samþykki samhljóða kjörstaðir sveitarstjórnarkosningar 16. maí 26 verði bóknámshús FNVF á Sauðárkróki, Varmahlíðaskóli og grunnskólinn austan Vatna á Hofsósi. Og Álfhildur og Silla sitja hjá. Þessi samþykkja tillöguna, hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá komum við í lið nummer 34. Það er liður sem við tókum hérna inn með afbrigðum áðan. Var til umfjöllunar í byggðaráði hér fyrr í dag og er húsnæðisáætlun Skagafjarðar 2026 og afgreiðsla byggðaráðs var sú að byggðaráð samþykkir framlagða húsnæðisáætlun 2026 samhljóða. Einhver sem óskar til að taka til máls þá afgreiðslu byggðaráðs? Það er ekki og þeir sem samþykkja afgreiðslu byggðaráðs gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nummer 35 sem eru fundagerðir lagðar fram til kynningar og við komum fyrst hérna í fundagerðir Samband Íslenskra Sveitafélaga og þetta eru 2 fundir, fundur nummer 990 frá 5. desember og 991 frá 12. desember. Einhver sem óskar til að taka til máls þá? Það er ekki. Síðan er í lið 36, þá erum við með fundagerðir frá Náttúrustofu Norðurlands vestra, eða það er ein fundagerð frá fundi sem haldin var 10. desember. Einhver sem óskar til að taka til máls hana? Það er ekki og þá var það síðasti liðurinn og það eru fundagerðir Samband Sveitafélaga á Norðurlandi vestra og það er ein fundagerð, fundur nummer 134 frá 7. janúar. Einhver sem óskar til að taka til máls hana? Það er ekki og fleiri er ekki á dagskránni og ég segi fundi slitið.